Viðamesta rannsókn til þessa sýnir að kynbundinn launamunur hefur bara vaxið og nú 19,5%. Það fráleitt að halda því fram að konur hafi ekki verið nógu duglegar að sækja sitt á vinnumarkaði og það viðurkenni ég aldrei, segir Lilja Mósesdóttir hagfræðingur. Hún segir kynbundinn launamun á árinu 2008 vera óþolandi, en munurinn hefur aukist nærri þriðjung á síðustu árum. Sindri Sindrason. Kynbundinn launamunur á heildarlaunum þegar tekið hefur verið tillit til vinnutíma, starfsmenntunar, aldurs, atvinnugreinar, ábyrgðar í starfi og hvort fólk sjálfstætt starfandi eða launþegar 19,5% samkvæmt launarannsókn sem Félagsvísindastofnun gerði fyrir félagsmálaráðuneytið. Að ræða fyrstu launarannsóknina sem nær yfir allan vinnumarkaðinn hér á landi en fyrir rannsóknir hafa verið bundnar við einstök stéttarfélög, fyrirtæki eða stofnanir. Í rannsókninni kemur fram að mun meiri kynbundinn launamunur á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að konur í fullu starfi eru með 77% af grunnlaunum karla í fullu starfi og 74% af heildarlaunum þeirra. Að jafnaði eru karlar með lengri vinnutíma en konur og að teknu tilliti til vinnutíma eru konur með 84% af launum karla. Ástæðan fyrir þessu meðal annars svo að konur, þegar þær fara í launaviðtal á einkamarkaði, þá það fyrst og fremst að elta uppi laun karla og biðja laun sem að þær vita karlar að fá, á meðan að karlar fara í launaviðtal og biðja hærri laun en þeir eru á nú þegar. Lilja segir hægt að eyða þessum mun með því einfaldlega að hækka laun í hefðbundnum kvennastörfum. Erfitt sé þó að gera það í þessu árferði, en hún viðurkennir ekki að konur hafi ekki verið nógu duglegar að sækja sitt líkt og karlar. Aldrei. Karlar á landsbyggðinni eru með næstum 40% hærri laun en konur. Á landsvísu hafa þeirra jafnaði tæplega 20% hærri grunnlaun en konur. Karlar hér á landi eru að jafnaði með tæplega 20% hærri grunnlaun en konur í sambærilegum störfum. Á landsbyggðinni eru heildarlaun karla næstum 40% hærri en kvenna. Í dag var kynnt könnun á launum karla og kvenna sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði fyrir félagsmálaráðuneytið síðastliðið vor. Þegar skoðaður launamunur að teknu tilliti til vinnutíma, starfsmenntunar, aldurs, atvinnu og ábyrgðar í starfi, kemur fram að karlar í opinbera geiranum fá tæplega 30% hærri laun en konur. Í einkageiranum eru laun þeirra 23% hærri. Á höfuðborgarsvæðinu eru karlarnir með 10% hærri laun en konur. En mestur munurinn á landsbyggðinni þar sem laun karla eru 38% hærri en kvenna. Maður myndi halda að það væri búið að ná fram því að launamunur væri ekki lengur til staðar en því miður hann virðist vera vissulega til staðar og hann virðist breytast ótrúlega lítið. Lára segir að könnunin hafi mikið gildi nú á tímum fjölda uppsagna og mikils óróleika á vinnumarkaðnum. Ég tel að það sé mjög mikilvægt að við höfum þessar upplýsingar núna vegna þess að þá vitum við hver staðan var áður en við lentum í þessari dífu og þessar vikurnar og þessa mánuðina eru margir að missa vinnuna og mikið uppsagnir og það líka mikið ráðningar og nýráðningar. Og það mjög mikilvægt að bæði atvinnurekendur og launafólk sé meðvitað jafnréttið og þessi gætt að konum og körlum sé ekki mismunað í launum.